Komið sælir og blessaðir kæru fiskar. Þá komin tími til að tékka aðeins á stöðunni. Við ætlum að skoða elementin. Það er að segja vatn, eld, loft og jörð og hvernig þau svið eru í lífi ykkar þessa dagana. Það er mynda bara einfalt. Byrjum á vatninu. Vatnið stendur fyrir tilfinningarnar ykkar. Það er ykkar element, það er að segja stjörnumerkisins. Stendur fyrir líðan ykkar, innsæið og það að finna. Og þar eru þið með blúsandi eld sem segir mér að tilfinningarnar ykkar eru á fullu blasti. Afsakið, ég gleymdi að kveikja hérna ljós, svona. Það er mikil kraftur í tilfinningarlífinu ykkar. Þið gætu verið á tímabili þar sem að þið eru að tjá ykkur af miklum eldmóði eða fá einhvers konar tilfinningarlega útrás og þið eru með meðbyr í tilfinningarlífinu sem að meðal annars getur verið gagnkvæmar tilfinningar til einhvers annars eða tilfinningaflæðið ykkar er gott eða bara líðanin almennt góð og þetta gæti verið eftir einhvers konar erfiðleika, það er að segja að þið séuð í batatímabili akkurat núna. En kröftugar og stórar og miklar tilfinningar og gætu stuða suma í ykkar lífi en endilega haldið samt áfram að tjá ykkur. Og þið eru þannig merki, kæru fiskar, að allar ykkar tilfinningar eru eiginlega djúpar, alveg sama á hvaða sviði það er, hvort sem það er til maka, barna, vina eða annarra. Þannig að eldurinn í ykkar lífi, svona innri neistinn ykkar, drifkrafturinn og það sem að þið eru að framkvæma, athafnir. Þar fáið þið annan kóng, eða riddara, eins og Králi kallar það. Þarna virðist þið nákvæmlega vita hvað þið viljið og hvernig þið eigið að framkvæma hlutina og þið stefnið ótrauðir, kæru fiskar, að takmarkinu. Þið eru með fyrirfram ákveðnar hugmyndir hvernig hlutirnir eigi að vera og það er ekkert sem stoppar ykkur. Það er samhljómur í því sem þið gerið og því sem þið segið og því sem þið finnið og mikil kraftur þarna líka. Þannig að það er svona ákveðið hámark á tilfinningarsviðinu ykkar og líka á athafnasviðinu. Loftið sem eru hugsanir ykkar, hugmyndir, alls konar miðlun og samskipti, hvers konar, skrifleg eða munnleg, þau eru hér. Það ríkir hárfínt jafnvægi. Þið getur verið að tjá ykkur á mjög yfirvegaðan hátt. Þetta getur líka verið vísbending að þið séu búin að ná ákveðinni færni
í tjáningu eða varðandi það að flokka og skilja hugsanir ykkar og þið eru með svona hárbeitta sýn á hlutina. Þið sem eru til að vinna við miðlun, fjölmiðla eða skriftir, þetta er góður tími fyrir ykkur. En kannski svona skuggahliðin á þessu spili er að það má kannski ekki mikið út af bera til þess að það myndist ójafnvægi. Þetta er spil vogarinnar. Eins og þið sjáu þá eru hérna tvær stórar vogir. Nei, tvær stórar vogaskálar ætlaði ég að segja. Þetta eru þetta bara ein vog. Og það er þarna hárfínt jafnvægi sem að balanserast hérna bara á einum punkti eins og blaðsegg. Þannig að njótið þið þessa fína jafnvægis á meðan það er. Ef til vill verður það ekki þarna á morgun eða í næstu viku. Þetta er til marks hæfileika ykkar á þessu sviði, hugsanasviðinu, samskiptasviðinu. Það er góður tími allavega núna. Og að því talaðum áðan að þið væru svo mikið tilfinningamerki. Á þessu sviði eru þið ekki að láta tilfinningarnar flækjast mikið fyrir ykkur, allavega ekki eins og er. Og þá er það jörðin ykkar sem að fjallar efnisveruleikann, fjármálin, atvinnuna, allt sem þið eru að skapa, allt þetta grjótharða efni sem að umlykur okkur alla daga, sem eru líka partur af okkur. Það er að segja þá að ég við líkamann, hann er inn í þessu líka. Þið virðist vera að skapa meiri peninga, meiri auð. Það er eitthvað gróði á þessu jarðneska efnislega sviði hjá okkur. Kannski voruð þið að fá launahækkun eða eru þið að vinna að einhverju sem á eftir að skila ykkur góðum arði. Þetta er eitthvað sem að þið eru búin að vinna harðum höndum fyrir og eru afskaplega faglegir og flottir með, kæru fiskar. Hvort sem þetta er atvinnan ykkar eða bara að þið séu svona uppfullir af sköpunarþrá og sköpunargáfu. Þetta boðar allavega vel fyrir fjármál og peningalegu hliðina í ykkar lífi. Ok, þá ætlum ég að taka hérna nokkur spil til útskýringar. Vatnið ykkar, þar sem að eldkóngurinn er á fullu blasti. Þessi mikli kraftur í tilfinningalífinu. Hann tengist því að þið hafi verið að sá fræjum, þið hafi verið að vinna vel í öllum málum sem varða tilfinningarnar ykkar og þið eru einfaldlega að uppskera eftir þá vinnu og þið hrós skilið fyrir það. Þið ykkar sem eruð að bíða eftir einhverju meiru, þið þurfið að gefa því tíma, það skilar sér með tíð og tíma. En uppskeran er hafin og endilega læriði bara að meta það sem að nú þegar er sprottið upp úr moldinni. Og bíðið svo bara þess sem koma skal. Eldurinn, drifkrafturinn ykkar, þar sem þið virðist vera á fullu spanni.
þar er smá aðvörun að fara ekki of geyst. Það að fara of geyst gæti valdið því að ykkur yfirsést eitthvað sem þið hefðið átt að huga að. Það gæti verið bara smáatriði en eitthvað sem skiptir sköpun og þar að leiðandi kannski þurfið þið að díla við einhver vonbrigði eða einhvern ósigur. Einhverjir ykkar kæru fiskar spyrji sjálfu ykkur að því hvort að þetta sé þessi virði að leggja svona mikinn kraft og svona mikla vinnu í framkvæmdirnar sem þið standið í. Þið verðið að vega þá og meta hver og einn ykkar og athugið þið það að þessar framkvæmdir sem ég tala þær þurfi ekki að vera á efnislega sviðinu. Þær geta verið innra með ykkur, svo að ykkar innri vinna. Þær geta verið aðstoð við aðra, við annað fólk. Bara það sem á við hjá ykkur. Já. Jú, einhverjir ykkar eru vissulega að framkvæma í efninu, eins og kemur líka fram hérna í efnisspilinu. En það að vinna stóra sigra, það gæti kostað einhvern annan aðila ósigur eða ósigra. Það er yfirleitt tvær hliðar á þeim peningi og þið verðið að gera það upp við samvisku ykkar, hvort að hlutirnir séu þess virði að missa ef til vill tengsl eða góð samskipti á móti því að græða eitthvað annað í staðinn. Ok. Þá eru það hugsanirnar ykkar og samskiptin sem eru í þessu hárfína jafnvægi sem ég talaði Þar er hreinsun í gangi. Hárfín hreinsun. Eins og þið séuð, náttúrulega enn og aftur að nota gróðurlíkingu. Það er eins og þið séuð að grisja fallegt pottablóm, skulum við segja. Það þarf að fjarlægja dauðar greinar eða brennd blöð eða þann part af plöntunni sem ekki lengur er fullur af orku og lífi. Og síðan þarf að næra nýju stilkana og nýju blöðin og nýju sprotana sem koma. Þannig er þetta spil dauðinn hreinsun þar sem hinu gamla er vikið til hliðar til að skapa pláss fyrir því nýja. Þetta er gömul klísja sem að hljómar aftur og aftur en hún kristallast í þessu spili. Þannig að með þessu jafnvægi sem ég talaði áðan og þessar vogarskálar eru þið að vega og meta hvað fær að vera og hvað þarf að fara. Og hér er verið að tala hugmyndir og það er verið að tala samskipti. Þannig að þið viti betur en ég hvað er að ræða. Þið eruð að tjá ykkur á afskaplega yfirvegaðan hátt. Þið eruð að gæta þess að segja ekki of mikið en segja samt það sem þarf. Og þetta gæti átt við eitthvað sem þið eruð að skrifa, fæ ég fyrir marga ykkar. Hreinsun og endurnýjun og það er verið að skipta ytri búnað líka. Einhverjir ykkar eru eftir vill að fá sér nýjar græjur. Gæti verið ný tölva eða ný skrifstofa hreinlega. Eitthvað nýtt varðandi þessi mál. Nýr sími, er það ekki þar sem að
blíður í dag. Ég segi bara svona, ég veit ekki hversu gamall minn er. Ég ætla ekki að sjokka ykkur með því að reyna að segja ykkur það einu sinni. Ok. Ég vil taka það fram að þessi hreinsun er af hinu góða. Hún verður breyting til batnaðar. Þið þurfum ekki að hræðast hana. Ok, jörðin ykkar, fjármálin sem að verðast vera að spretta og aukast. Og já, þið eruð að fá jarðarspil í jarðarhúsið ykkar. Það er mjög gott. Þetta spil hérna, nýjan í mynd, er jarðarspil. Tengir sterklega meyjamerkinu líka. Meyjan er auðvitað afskaplega svona góð varðandi allt efni, gróðursetningu. Svo við tölum enn og aftur plöntur. Og það að fá það besta út úr hlutum. En við ætlum að taka eitt spil í viðbót hérna á þetta. Já, talandi meyjuna, meyjan er afskaplega næm á hvað þarf að gera og næm á líðan annara. Og hérna kemur upp drottningin í bikurum sem að er næma kvenlega elementið, næma konan. Þarf ekki að vera kona samt endilega í ykkar lífi, þó það gæti vel verið. Hún leyfir öðrum að spegla sig í sér. Hún hefur lag á því að fá fólk til að opna sig og tjá sig. Hún finnur hvar skóginn kreppir og hún er afskaplega tilfinningarík. Hvernig þetta fittar við aukninguna í fjármálum, atvinnuna ykkar. Þetta gæti verið manneskja sem að hreinlega þið eruð að vinna með eða fyrir. Þetta gæti verið þið sjálfir, kæru fiskar, því að þetta er vatnsspil alveg eins og ykkar stjörnumerki, er vatnsmerki. Kannski er þetta kona sem að kemur einhvers staðar að fjármálunum ykkar og hjálpar ykkur eða gefur einhverja jákvæða ráðleggingar varðandi atvinnu eða einhver efnisleg mál sem þið eru að fást við. Og svo síðast en ekki síst þá getur auki ríkidæmi auðvitað stuðlað að betri líðan. Sérstaklega ef að það hefur verið skortur á því sviði fyrir sem hefur haft áhrif á líðan ykkar. Við vitum það að fjárhagsáhyggjur hafa haft áhrif á andlega líðan. Hér er allavega þá komin andstæðan við það. Ok. 2 spil ætla ég að taka hérna fyrir ráðleggingar í þessari stöðu sem þið eruð í áður en við slúttum. Þið þurfið í raun og veru engar ráðleggingar, kæru fiskar. Sólin kemur hérna inn bara með kraftinn sinn og birtuna og ylinn. Og eins fáið þarna magnað eldspil sem ber vott nýjan eld, nýjar athafnir, nýjar framkvæmdir, meiri drifkraft. Ef ykkur skildi hafa vantað eitthvað upp á í þeim efnum. Þetta gæti verið bara nýtt verkefni sem tekur við af gömlu. Það er allavega engin leiði og engin skortur hér. Þannig að það er næstum bara verið að segja ykkur að halda áfram á þeirri braut sem þið eruð á.
Það eru margir að fá þau skilaboð núna. Þannig að svona heilt yfir virðist vera dálítið góð orka í gangi hjá fólki. Kannski það þessi tími, maí að taka við af júní, margir eru að komast í frí, sumari fer vel í mörg ykkar og kannski tilhlökkun í loftinu sem að lyftir bæði lundinni og líðaninni aðeins upp. Eitt lokaspil tökum við hérna sem líklega útkomu. Ef að það er eitthvað sem þið eru að velta fyrir ykkur varðandi hvernig þetta endar allt saman. Og til að kóróna sólina fáið þið hérna stjörnuna. Það er ekki amalegt. Þetta segir mér að það sem að þið hafi óskað ykkur, það mun rætast. Einfaldlega. Heilun og vellíðan er framundan. Tengist sterkt vatnsberanum þetta spil. Og stjarnan vísar veginn. Ykkur mun vera leiðbeint ef að ykkur skortir leiðsögn, þá mun hún koma. Svo lengi sem þið eru vakandi fyrir henni og biðjið hana. Samkvæmt þessum spilum þurfið þið engu að kvíða á næstunni. Þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og hlusta. Ef þið viljið persónulegan lestur, þá bara hafa samband við mig gegnum Facebook. Senda mér skilaboð, miðlun og heilun á Messenger. Ég vona að þetta gangi allt saman ljúflega hjá okkur, ljós og kærleikur.